Sandra, hvernig bara líður þér að leika mótið Víkingi? Bara, ég held að auðvitað svarið sé kærkominn sigur og rosalega gott veganesti í langa pásu fyrir liði. Það voru 3 töp fyrir þennan leik, var eitthvað stress með stöðuna eitthvað svoleiðis? Nei, alls ekki. Við vorum að gera margt vel þátt fyrir að úrslitin voru ekki alltaf að detta okkur og svolítið svona klaufaskapur við að gefa öll mörk og samanskapi ekki að nýta því færi sem við fá og ég held að við höfum svona snáða því við í dag og bara ég held að við höfum bara viljað þetta meira heldur en Víkingstelpunar og það var það sem að skila okkur sigrinum í dag og þetta er bara rosalega mikilvægt fyrir hópinn núna upp á næstu vikunar. Spyrjaðu út í Sonju sem spilaði með þér frammi í fremstu línu, hvernig að spila með henni? Hún er rosalega kraftmikill og góður leikmaður, hún er erfitt að eiga við hana, hún er með gríðarlegan líkamsstyrk sem getur haldið leikmannum frá sér og góða batta niður og bara efnilega leikmaður sem verður gaman að fylgjast með næsta árum og gott að hafa hana í okkar röðum. Þú spilar allan leikinn, ertu þreytt? Nei, ég er bara nokkuð góð. Ég auðvitað búið að vera mikið álag og leið og búin að pása eftir þétt leikja plan í deildinni þá var landsliðsverkefni en mér líður vel og bara spennt fyrir komandi verkefnum. Gott að setja eitt mark í lokaleiknum fyrir þér? Já, ég held að það sé mjög gott fyrir hausinn á manni. Ekki það að ég er alltaf rólegur þessu. Ég veit að maður er að skapa mikið og kannski ekki að fá jafn mikið að færum og hefur að gera eins og síðasta sumar en rosalega gott bara fyrir hausinn að koma einu inn og að liðið skori 4. Færðu eitthvað frí eða ertu bara strax að fara núna út? Það er bara suður á morgun og út á mánudagsmorgun þannig að það er ekki löng pása en ég er ekki að kvarta. Maður er í fótbolta fyrir þessi moment og ég er bara ótrúlega spennt. Er þetta ekki það skemmtilegast í þessu stórmót? Jú, þetta er klálega skemmtilegast sem maður gerir. Ég hef farið einu svona áður stórmót og ég held ég mun aldrei gleyma því þannig að núna er bara að skapa aðrar góða minningar og gera allt þess að ná í góð úrslit og komast eins langt og möguleikir á. Hvað heldur að liðið geti náð? Við höfum ekki bara að byrja á því að koma okkur upp úr riðlinum. Ég held að það sé alveg raunhæft markmið. Auðvitað er þetta jöfn lið í þessum riðli en það er allt mögulegt og á góðum degi eigum við að geta unnið alla leikina og við bara setjum kröfur á að reyna að ná góðum úrslitum þannig að við komast upp úr riðlinum. Takk fyrir þetta, Sandra. Takk.